Hvernig byrjaði þetta? Já, þetta byrjaði svolítið óvænt, sko. Við erum búin að reka ferðaskrifstofu frá 2016 og við verðum með menningartengdar ferðir í kringum skemmtiferðaskipin og hringferðir Vestfirði. Og síðan náttúrulega kemur COVID og það er ekkert að gerast. Og í kjölfarið verði ég síðan ólétt, sem var mjög skemmtilegt, en svo allt í einu þegar við náttúrulega vorum eiginlega með engar tekjur, þá komst maður að því að við áttum ekki rétt á eiginlega fæðingarorlofi, heldur bara fæðingarstyrk, þannig að þá urðum við að hugsa, ok, fæðingarstyrkur er 70.000 á mánuði, við erum ekkert alveg að fara að lifa á því og eitthvað verður maður að gera. Þannig að Gunnar, hann er rosa mikill kertaáhugamaður og hefur mikinn áhuga á arkitektúr og ég hafði svona hugmyndum að kannski fara að búa til einhverja minjagripi, myndi kannski búa til styttur og Gunnar myndi bara búa til einhverju kerti, þannig ég hef samband við hann Dodda í Fablab á Ísafirði og segi við hann að við erum að spá í að fara að búa eitthvað til, bara gera eitthvað. Og ég er að spá í að búa til einhverja styttur af byggingum og Gunnar getur búið til kerti og Doddi segir bara, já, ætla að búa til svona kertabyggingar og ég hugsaði bara, já, ég ætla bara að búa til kertabyggingar. Þannig að bara alveg óvart varð þessi hugmynd til og hér erum við í dag. Og hvernig er þetta að ganga? Þetta er bara að ganga rosalega vel og ég er í raun og veru bara vonum framar. Ég bjóst engan veginn við svona viðtökum mitt sumar, þar sem er sól allan daginn og enginn kveiki á kertum. En það er bara, við erum komin eiginlega nokkra mánuði á undan áætlun og erum bara að vinna alveg á fullu í þessu. Og eru þið listamenn eða hvað? Nei, við getum ekki flokkast sem listamenn. Nei. Við erum bara leiðsögumenn og eigum ferðaþjónustu og erum bara, ég er svolítið mikið Excel-skjal, bara að hugsa svona í tölum og svoleiðis. En þetta er bara svolítið, hvað ég segja, svona pínu passion í kringum þetta og bara rosalega skemmtilegt hvað viðtökurnar hafa verið æðislega, sko. Hvernig frétti fólk af þessu? Herri, viðtökurnar fyrst bara þjófstörtuðu við þess aðeins að við vorum ekki komið með pakningarnar en ákveðum að mæta niður í Neista á Ísafjörð og bara kanna hvort það væri bara yfir höfuð áhugi á þessu og við mættum þarna með einhver 30 kerti og fórum heim með 2, mættum síðan aftur með 60 kerti og fórum heim með ekki neitt. Þannig að það bara kom okkur rosalega óvart og bara markhópur sem við áttum ekki von á að bara heimamenn myndi hafa svona mikinn áhuga á þessu og til dæmis bara margir í Túngötun á Ísafirði sem að keyptu kerti af gamla sjúkrahúsinu sem þau horfa á út um gluggann hjá sér. Þannig að þetta var bara æðislegt. En við erum sem sagt með heimasíðu sem að kertahúsi.is og það er líka hægt að panta af okkur á e-maili kerti@kertahúsi.is en svo átt líka bara að fara í búðir og við erum að byrja, ætlum að vera með 20 kerti, 20 byggingar af Vestfjörðum og 10 allt land, 2 í hverjum landshluta í ár og svo ætlum við að fjölga á næstu árum og markmiðið að vera með 20 byggingar í hverjum landshluta. Og hvernig veljið þið byggingar? Herðu, það er svolítið skemmtilegt. Ég byrjaði og valdi gamla sjúkrahús á Ísafirði. Það var fyrsta kertið sem við byrjuðum á. Ég er Ísfirðingur, þannig að maður svona kannski pínu byrjaði þar, en svo líka bara gamla sjúkrahús er einhvern veginn svona bygging kannski Vestfjarða, svo margir sem að hafa minningar þaðan og bara alls staðar að sem bara já, ég mitt átti soninn minn þarna og fleira, þannig að það var svolítið skemmtilegt. Svo erum við að horfa á svolítið að vera með byggingar sem er kannski arkitektúrlega merkilegar eða eru tengdar einhverju nostalgíu eins og til dæmis Vagninn á Flateyri og svo viljum við endilega bara hvetja fólk til að hafa samband við okkur og það hefur verið mjög duglegt við það bara langar svo að sjá þessa kirkju eða þessa byggingu þannig að við þróum þetta líka bara svolítið með því hvað fólk vill sjá. Og þið eru alveg opin fyrir þá allskyns breytingum í þessum business? Já, algjörlega, já. Við viljum eiginlega bara búa til byggingar sem að fólk vill sjá og vill eiga og vill hafa heima á sér. Þannig að endilega ef þeir eru með hugmynd að einhverju byggingum þá bara hafa samband og segja okkur frá því og við getum séð hvað við getum gert. En núna er þetta í þessari íbúð hérna. Hvað, sjáu þið fyrir ykkur eitthvað í framtíðinni? Er þið eitthvað búin að hugsa svona langt? Jú, ég er náttúrulega búin að hugsa svona langt, En draumurinn okkar er að búa til sjálft kertahúsið. Þannig að það yrði hérna hús og framleiðsla á svæðinu og að þar myndi vera kaffihús og lítil gjafvöruverslun og fólk geti komið og séð hvernig þetta er gert. Þannig að það er svona 3-4 ára, já 3-5 ára planið, en það er meiningin að búa til áfangastað hérna sem yrði þessi kertaframleiðsla.
En núna, eins og staðan núna, ef fólk vill koma og kíkja á þetta, það í boði? Já, meira en velkomið. Við erum á Aðalgötu 8 á Suðureyri, bara á efri hæðinni. Þannig að, og það bara hægt að sjá alla framleiðsluna og hvað hægt að sjá? Vil ég segja mér eins og því? Já, við erum að framleiða í rauninni allt hér. Hérna búum við til sílikonmótin sem við steypum kertin í og erum að steypa þau hér og svo handmála þau. Og það bara að sjá allan þann prósess hérna og eins líka bara erum við með pínulítið svona kaffihotn hérna en að fólk getur sest og fengið sér kaffibolla og spjalla við okkur. En kertin verður reyndar líka hægt að fá í búðum bara svolítið allt land. Við erum að leggja svolítið áherslu á það að þú getur keypt hverja byggingu í hennar heimabyggð. Þannig að við verum líka að vera bara svolítið að ferðast landið. Þetta hljómar mjög skemmtilega og ég bara óska ykkur alls góðs. Já, takk kærlega. Og takk fyrir að segja mér frá þessu. Já. Takk fyrir.